Palli, gríðarlega sterkur útisigur á Skagamönnum í dag. Þú hlýtur að vera himinlifandi. Ég er gríðarlega sáttur og eins og ég sagði áðan við strákana þegar maður vaknaði við vondadraum í morgun og sá liðið fyrir neðan okkur unnið. Við skyndilega konur í fallseti, einhvers sem ætlum okkur alls ekki að vera í þá. Þýddi ekkert annað og þá nú bara krefjandi verkefni að mæta upp á Skaga, mæta næstasta lið á landinu í drullu leik við erfiða aðstæður og halda markinu hreinu og skora flott mark. Það gerist ekki betra. Já, eins og segir, aðstæðurnar voru gríðarlega erfiðar og þær höfðu án efa áhrif á leikinn í dag. Við bara djöfluðumst, við börðumst, voru skipulega, vörðust vel, þeir fengu engin færi, þeir fengu ekki færi í þessu leik, þeir dældu þetta fullt háum boltum inn í boxið og það skapast alltaf ákveðin hætta ef þeir ná að reka pönnuna í boltan en þeir sköpuðu þessu engin færi, við fengum færi á 5 eða 6 hornspyrnur í fyrri áleik, annað eins í seinni áleik, aukaspyrnur hættulegum stað, kannski ekki mörg opin færi, ég vildi fá víti hérna seint í leiknum en við sköpuðum færin, við vorum þéttir, við vorum skipulegir en það voru við sem áttum hættulegustu færin í leiknum. Já, eins og segir, þetta er búið að vera svona dálítið rót á liðinu, búið að vera menn að detta inn út úr liði og svona, heldur það rétta formúlan sem komin núna? Það er alltaf engin óskastaða að lenda í því að vera ekki búin að finna sterkast 11 manna liði þegar þú komin í 9 umferðir. Þeir sem spiluðu í dag, þeir stimpluðu sig vel inn og sjálfsögðu ekki að þeir tilkall til sætis í liðinu. Við gerðum ákveðnar breytingar, færum Gunnar í vinstri bakvörðinn, þéttum okkur á miðjunni, vorum fleiri og fleiri tilbaka. Vorum kannski ekki alveg ofarlega vellinu og við erum oft í leikjum. Við erum búin að skora slatta mörkum en fá gríðarlegt magna okkur á móti. Þannig að einhvað þurftum að gera. Við vitum við skorum alltaf en við þurftum aðeins að skipuleggja okkur aftast. Þetta eru góðir varnarmenn og fjöldi marka segir ekki til gæðin. Þannig að núna erum við bara komin tilbaka og ágætis aðverðin þegar önnur liði í deildinni ef við vinnum Skagan hér. Eins og segir, erfiðar aðstæður, þannig að það hafði áhrif, þið voru ekki að skapa ykkur mikið, síðan náði einnig góðri sókn þá kom markið bara. Já, við fengum horn og aukaspyrnur og svona og það voru ekki mörg opin færi í þessu leik. Mikið að menn leita með háa bolta inn í boxið og markið okkur komið bara einnig slíkri sókn, frábær sendingautan að hægri og Kristó kom þarna á ferðinu og skallaði hann í fjærhörnið, stórglæsilegt mark hjá ungum gutta sem er ennþá öðrum flokki. Það gerist ekki betra en svona fyrir hann, segjum okkur. Eins og segið, farið upp úr fallsætinu núna eftir úrslit sem voru ykkar ekki hagstæð í gær, mjög mikilvæg sigur. Já, þetta verður bara fram á síðustu mínútu og við þurfum að vinna stig. Við erum náttúrulega kannski öfugt önnulið í deildinni, við erum ekki með einn heimavöll, ef við spilum ekki okkar heimavelli sem er erfitt. Við ætlum ekki að grenja þannig of mikið en við viljum njóta okkur best á stóra sviðinu og góðum grasvöllum og við vorum frábærir í dag og ef við höldum svona áfram þá er ekki spurning að við verðum allavega ekki í botnbaráttu. Deildin að verða hálfnuð, er þetta staðan sem þú bjóst að vera í á þessum tímamóti? Ég vildi náttúrulega fleiri stig og ég myndi vilja fleiri stig og ætlum að taka sérstaklega fleiri stig á heimavelli ef svo mórið komast. Ég myndi vilja vera aðeins lengra frá botnsætinu og kannski með samkvæmt áætlun og hefði vilja vera kannski með 4-5 stig til viðbótar. En við erum með 10 stig, tökum þeim fagnandi, þessi 10 stig munu telja vel þegar í október er komið.